tilfinningin? Hún mjög góð. Þetta var markmið í byrjun vetrarins og bara mjög sætt að klára þetta með okkar stuðningsmönnum í dag. Ég ætla að segja það ekki mörglega á landinu sem ná að fylla höllina ég veit ekki. Það er svona bara erfitt að finna orð því að þú veist samverðning frábært og gaman að fagna sig hér og nú sko. Fyrir fram á þess áhorfendur að tryggja sig upp í Ólís og svona stóra á heima. Það lítur að vera bara markmið þegar þú kemur heim. Að sjálfsögðu. Ég meina, við fórum ekkert lengt með það var bara markmið nummer 1 og 3 að fara upp og við vorum bara sögðu það fyrir tímabilið og við þurfum líka þá bara að framkvæma og við náum að gera það, náum að klára þetta. Það skiptir öllu máli hvernig við gerum það, skiptir kannski heldur ekki öllu máli. Við náum að gera þetta fyrir framan okkar stuðningsmenn og það er maður bara þakklátur fyrir. Hvernig líst þér bara á þetta fólki að fara upp í Ólís? Er þetta lið tilbúið? Já, nei, það er ekki tilbúið. En við höfum eins og það nokkra mánuði. Við höfum núna smá, það er einhver lið í Ólís komin í frí, sögum ekki, við höfum bara smá fórskot núna, það er pása. Og nei, liðið er ekki tilbúið, en það erum við í grillinu. En vonandi, ég staðráni því að þegar fyrsti leikur byrjar, þá verðum við klárið. En fram að því, þá er alveg helviti mikil vinna framundan sem við bara leggjum líf og sál í. Hvernig fannst þessi vetur að koma aftur til Akureyrar? Bara æðislegur. Fyrir mig persónulega, þá bara fór ég skyndilega í baka að gera hann úti. Og ég var ekki viss hvort ég myndi spila aftur og eitthvað. En að koma heim bara í lífuna, bara æðislegt sko. Og hvert var ég komin? Já, bara koma heim, skiljum mig, og vera nála fjölskyldu og vinnum og spila og njóta þess, bara frábært, bara æðislegt. Takk fyrir það.